Fundastjórar og kærufélagar. Við erum hér samankomin í aðdraganda kosninga sem eru haldnar við margt óvenjulegar aðstæður í pólitíkinni á Íslandi og reyndar eru óvenjulegar aðstæður í stjórnmálum víða lönd þessa dagana. Þetta eru mjög áhugaverðir tímar og það leiðir hugann að því að á áhugaverðum tímum verða oft miklar breytingar. Við höfum verið flokkur breytinga í heila öld, staðið fyrir stórstígum framförum og unnið gríðarlega sigra á 100 árum og ekki hvað síst á síðastliðnum 3 árum í stjórnarsamstarfi sem hefur skilað hreint ótrúlegum árangri. Við höfum þess vegna að ganga til þessara kosninga full bjartsýni, ánægð með árangurinn og ánægð með hvernig við getum nýtt þann árangur til að byggja á honum enn frekari sigra. En við þessar aðstæður finnst mér við hæfi að við lítum aðeins yfir farinn veg, minnum okkur aðeins á hverju við höfum áorkað, skoðum aðeins umfang þess til þess að geta svo sett það í samhengi við framhaldið þá sigra sem við ætlum að vinna á nýju kjörtímabili. Og þess vegna verður þetta með nokkuð óhefðbundnu sniði hjá mér í dag. Við ætlum að skoða nokkra myndir. Það fyrst að kveikja, það alltaf rétt að byrja á því. Einhver lagar þetta kannski fyrir mig á meðan ég nota bara tölvuna. Því hefur verið haldið fram með réttu öröngu að Kínverjar hafi aldir sagt við óvini sína megirðu lifa á óvenjulegum tímum. Við óvini sína, hvers vegna? Jú, vegna þess að það þótti ekki sérstaklega eftirsóknarvert hérna áður fyrir að lifa á sögulegum tímum þar sem að miklir atburðir yrðu og daglegt líf riðlaðist mikið. Það er hlutskipti okkar hér í þessum sal, reyndar hlutskipti landsmanna allra og fólks víða heim að við lifum á óvenjulegum tímum. Það er að koma betur og betur í ljós, heimurinn er að breytast, taka stakkaskiptum með margt. Auðvitað hafa alltaf verið stórir og erfiðir viðburðir í veraldarsögunni að fást við. En breytingarna núna eru margt eðlis ólíkar því sem að menn hafa séð áður. Til dæmis, og ekki hvað síst hér á Vesturlöndum. Flestu lönd Vesturlanda eru í verulegum vanda með margt. Þau eru með gjaldþrota velferðarkerfi, efnahagslega stöðnun, öldrun fólksins, þannig að sífellt stærri hluti íbúanna eru eldri borgarar og sífellt færri eru í því að vinna og framleiða verðmætin og leið hefur skapast innbyrðis órói og átök í mörgum þessara landa. En þessar sögulegu breytingar eru rauninni stærri en bara þessar samfélagsbreytingar á Vesturlöndum, þetta tekur til heimsins alls. Það tímabil sem við höfum upplifað eftir kalda stríðið er að hverfa. Umhverfisógn er líklega meira en nokkru sinni áður en hún tekst svo á við miklar tæknibreytingar og framfarir á því sviði og til verður nýtt óöryggi sem stafar til dæmis af stríði og átökum, straumi fólks milli landa og afleiðingin af öllum þessum grundvallarbreytingum er að stjórnmál á Vesturlöndum er að taka stakkaskiptum. Hefðbundin flokkakerfi og stjórnmálaflokkar er að riðlast og breytast. Jafnvel kerfi sem hafa verið nokkurn veginn óbreytt áratugum saman. Leikreglurnar sem að stjórnmálin starfa eftir og flokkarnir, hollustafólks við flokka, það hvernig menn ræða stjórnmál, allt er þetta að breytast. Ekki hvað síst í Bandaríkjunum. Allir frambjóðendur til forseta í Bandaríkjunum, komandi forsetakosningum núna, leggja ofur áherslu á að þeir séu boðberar þessara breytinga, þessara nauðsynlegu breytinga. Þarna sjáum við til dæmis Bernie Sanders, sem að fór bara nokkuð nálægt því að verða frambjóðandi demókrata í forsetakosningum, yfirlýstur sósíalisti í Bandaríkjunum. Hjá republikonum tókust í rauninni bara á 2 menn. Maður sem að margir myndu kalla öfgamann, harðlínumann að minnstakosti, og svo Donald Trump sem að maður veit eiginlega ekki hvað á að kalla,
en að minnsta kosti getur maður ekki kallað hann hefðbundinn stjórnmálamann. Og það sem að Hillary okkar Clinton hefur helst verið legið á hálsi fyrir er að vera of hefðbundinn stjórnmálamaður, vera of föst í því gamla. Það sama við í Evrópu. Sósíalistinn, sumir segja kommunistinn Jeremy Corbyn yfirtók verkamannaflokkinn. Í Austurríki fara fram kosningar núna eftir nokkra vikur. Þar takast þeir aftur á þessi tveir menn. Hvor fékk 50% fylgi. Hvorugur tilheyrir gömlu valdaflokkunum í Austurríki sem hafa farið þar með stjórnmálun áratugum saman. Annar þeirra er sjálfstæður frambjóðandi áður græningi, hinn tilheyrir austurríska frelsisflokknum sem að yfirleitt væri kallaður hægri öfgaflokkur, en myndin er líklega nokkuð flóknar en það, því að ég trúi til dæmis ekki að helmingur austurríkismanna séu hægri öfgamenn. En við sjáum þetta gerast alla Evrópu og taka á sig ýmsar myndir. Til hægri, til vinstri, en umfram allt á jaðrinum. Alls staðar eru stjórnmálahreyfingar og stjórnmálamenn að rísa sem að vilja vera á móti stjórnmálum eins og þau hafa verið stunduð. Eru á einn eða annan hátt í uppreisn, eru á jaðrinum. Og þetta er vaxandi bylgja alla Evrópu og víðar. Þetta kort sýnir, þetta er nú bara svona síðustu dæmin kosningar þar sem að slíki flokkar eru að sækja sér veðrið. Reyndar er nú ekki hægt að setja alla þessa flokka í sama hóp, því að þarna er allt frá nýnasista flokkum eins og gullinni dögun í Grikklandi að svissneska þjóðarflokknum sem er nú bara gamall svissneskur landsbyggðarflokkur. En allir þessir flokkar, þó gamlir eða nýir, hafa unnið sigra á því að þeir eru á jaðrinum miðað við það sem að stjórnmálin hafa snúist á undanförnu. Og hvers vegna þessi grundvallarbreyting? Ég held að sé nokkur ástæða fyrir því. Í fyrsta lagi höfum við séð hvernig stjórnmálin hafa þróast undanfarin ár og reyndar áratugi meir og meir út af því að vera ímyndarstjórnmál. Snúast það hvaða ímynd stjórnmálamenn og flokkar hafa. Auglýsingastofur jafnvel haft stærra hlutverk heldur en málefnanefndir flokkana við það að koma flokkunum á framfæri og selja þá í kosningum. Þetta auðvitað hefur breyst með breyttri tækni og frekar ágerst en hitt. Og talandi tæknina, það er annað af þessum stóru atriðum sem er að breyta stjórnmálum í grundvallaratriðum. Með nýrri samskiptatækni, internetinu, breiðast hugmyndir út ekki bara hratt heldur strax. Ein hugmynd getur breiðst út allan heiminn á klukkutíma þess vegna. Ekki bara góðar hugmyndir, slæmar hugmyndir líka. Það er auðveldara að setja af stað umræðu og svo umræða þarf ekki endilega að vera sönn eða rétt. Það er erfiðara að halda utan umræðuna. Og öll skipulagning, stjórnmálastarfs eða þeirra sem eru í baráttu við ríkjandi valdhafa er orðin auðveldari. Uppreisnin í fjölmörgum arabalöndum fyrir fáeinum árum var rakin til Facebook. Munurinn var sá ástæðan fyrir því að harðstjórum þessara landa var mörgum steypt af stóli, var að fólk stilti saman strengi, talaði saman á Facebook og gerði uppreisn. En svo tók við neikvæða hliðin. Svo kom í ljós að það var hægt að nota sömu samskiptatækni í allt öðrum og enn alvarlegri tilgangi hvað var það stjórn þessara ríkja. Jafnvel hryðjuverkasamtök eru farin að reka baráttu sína, afla fjármagns og liðsafla í gegnum Facebook og tæknina. Þetta raskar allir stjórnmálabaráttu, gerir hana kannski öfgakenndari, sveiflukenndari. En það sem að mínu mati skiptir jafnvel mestu máli í þessu er að fólk er að átta sig á því, skynjar það með réttu, að valdið hefur verið að færast frá almenningi. Valdið hefur verið að færast frá kjósendum vegna þess að það er að færast frá stjórnmálamönnunum. Og hvert fer það? Það fer til dæmis til stjórnkerfisins, embættismanna, ríkisstofnana, sérfræðinga, eftirlitsstofnana, hérna ýmsu nefnda og ráða og ekki hvað síst fjármálakerfisins. Einu orði kallað kerfið. Vald kerfisins er að aukast jafnt og þétt. Ég hef séð þetta gerast bæði fyrst sem áhugamannur stjórnmáls og þáttakandi í stjórnmálum sem þingmaður
og sem forsætisráðherra. Við erum í rauninu komin á þann stað að við þurfum að fara að velta því fyrir okkur hvort að það sé ennþá við líði hjá okkur raunverulegt lýðræði eins og það var hugsað í upphafi eða hvort kerfisræði sé að taka við af lýðræðinu. Og það má ekki gleyma því að kerfið er ekki eðli sínu slæmt. Ég er ekki að tala illa embættismenn eða þá sem eru hluti af kerfinu. Menn verða bara að muna hvert hlutverk þess er og stjórnmálamennirnir, það er þeirra og almennings, að passa upp á það að kerfið virki sem skyldi. Það er hina lýðræðislega kjörnu fulltrúa og almennings sjálfs að taka ákvarðanirnar, en það er kerfisins að innleiða þar ákvarðanir, hrinda þeim í framkvæmd. Það er kannski erfiðast hvað það varðar að fást við það sem að ég held að sé óhætt að kalla voldugasta kerfið, alþjóða fjármálakerfið. Baráttan, það er ekki hægt að kalla það annað, baráttan við alþjóða fjármálakerfið er megin stef stjórnmálaumræðu alls staðar á Vesturlöndum. Í bandarísku forsetakosningunum, í þessum kosningum í Evrópu sem ég vísaði til áðan, þar erum við að tala hvað sé hægt að gera, hvort eitthvað sé hægt að gera til þess að takast á við þetta risavaxna sístækkandi alþjóða fjármálakerfi sem er hægt að virka fyrir almenning í Londonum, hægt að virka fyrir einstaklingana, fjölskyldurnar, litlu fyrirtækin, farið að snúast sjálft sig. Öll sókn að Hillary Clinton og varnir hennar snerust umræðan það hver væri best til þess fallin að takast á við þetta kerfi. Það sama var upp á teningnum í repúblikanaflokknum. Þetta er umræðan, þetta er það sem bækur eru skrifaðar metsölu bækur eins og þessar, bara 2 dæmi af fjölmörgum bókum sem hafa birst þetta á síðustu misserum, heimildarmyndir, kvikmyndir, baráttan við alþjóða fjármálakerfið sem er að taka völdin. Og það er alvarlegt vegna þess að afleiðingin er sú að hagkerfið er hætt að virka eins og það á að virka. Í fyrsta skipti eftir alþjóða fjármálakrísuna 2007-08, sem hófst 2007-08, trúa Bandaríkjamenn, þetta er myndir af Bandaríkjunum, trúa Bandaríkjamenn ekki lengur að hagur þeirra muni vænkast. Hér áður fyrir eftir krísur, þá eru þeir með bjartsýnir. Þetta batnar bara hérna af. Staðan mín verður betri eftir ár eða 2 heldur en hún er núna. Nú trúa menn þess ekki lengur og því miður þá hafa það rétt fyrir sér því að í fyrsta skipti í meir en 100 ár hafa ungu kynslóðarnar í Bandaríkjunum og því miður víðast hvar í Evrópu hafa það ekki eins gott eins og fyrir kynslóðir. Er hægt að ná árangri í þessari baráttu? Er hægt að breyta þessu? Það er spurningin sem að menn takast á alls staðar. Já, það er hægt. Það hefur tekist í einu landi. Í einu landi tókst flokkur á við alþjóða fjármálakerfið og meira að segja grimmustu birtingarmynd þess og hafði betur. Við, framsóknarmenn og við Íslendingar, erum fordæmi fyrir heiminn í því að það er hægt að takast á við þetta voldugasta kerfi og hafa það undir. En það gerist ekki að sjálfu sér. Og við skulum aðeins rifja upp árangurinn og á hverju gekk. Reyndar höfum við í 3 gang haft betur í þessum slag. Icesave, skuldaleiðréttingu heimilana, sem að margir litu á sem stórhættulegt fordæmi, sem að gæti orðið til þess að skapa óróa í öðrum löndum, og svo hættulegasta fordæmið af öllu, baráttan við slitabúin. Þetta eru risastórmál, ekki bara á íslenskan mælikvarða, þetta eru risastórmál á heimsmælikvarða. Tökum þetta smá tíma í að rifja upp umfangið og árangurinn til þess að geta síðan í framhaldinu velti fyrir okkur hvernig ætlum við að nýta þennan árangur til nýrra sigra. Við höfum ekkert mikið verið að tala þetta á undanförnu, en ég tek eftir því að sumir af pólitískum andstæðingum okkar eru aftur farnir að tala Icesave og reyna þá að gera lítið úr málinu. Hvað? Kom þetta ekki allt úr þrotabúi Landsbankans? Var þetta nokkuð svo mikið mál? Við reyndar bentum alltaf á að það væri einmitt þrotabúið eða slitabúið sem ætti að borga þetta, en það væru vextirnir sem væru vandamálið og vextirnir áttu alltaf að lenda á íslenskum skattgreiðendum. Og hversu háir væri þeir vextir orðnir núna? Það er nýbúið að reikna þetta. 1,5 milljarður bandaríkjadala.
Við vitum ekkert hvað það væri í krónum vegna þess að við vitum ekkert hvert gengi krónunar væri ef við hefðum tekið á okkur þessar gríðarlegu skuldbindingar. Þá væri gengið ekki að styrkjast eins og þau verið að gera. Ætli það hefði ekki haldið áfram að falla. Þannig að við getum ekki reiknað þetta í krónum. En upphæðirnar væru gigantískar og 2 milljarða vaxtagreiðslur á ári sem færi í þetta en ekki einhvað annað. Hvað er hægt að fá fyrir 1,5 milljarð dollara? Það er oft svolítið vandamál þegar við erum að ræða þessar stóru staðreyndir að þær eru þessar stóru tölur og þær eru svo stórar að það er ekki hægt að tengja þær við margt í raunveruleikanum. Þær verða einhvern veginn fjarstæðukenndar. Jú, það skilja það allir ef það vantar 20 milljónir til þess að ríkið geti keypt einhver lyf sem að fólk þarf lífsnauðsynlega á að halda. Það skilja það allir ef það vantar 10 milljónir í að einhver geti haldið áfram að aðstoða börn sem að eiga í erfiðleikum með að læra til þess að þau geti náð að þroskast og náð árangri. 10 milljónir öllum hlýtur að finnast sjálfsagt að nýta slíka peninga í slíkt verkefni. En þegar upphæðirnar eru þetta stórar, 1500 milljarðar dollara, hvernig er þá hægt að ná tengingu við raunveruleikann? Skulum gera tilraun. Þetta er bygging sem heitir Burj Khalifa. Þetta er hæsta bygging í heimi, reyndar svo langhæsta. Hún er í Dubai. Kláruð 2010. Ekkert til sparað hvorki á neðstu hæðum né efstu og ég veit reyndar ekki hversu mikill munur er það á, ég held að muni 200 hæðum á þeirri efstu og neðstu, en allstaðar lúxusíbúðir, hótel, reyndar eitt fínasta hótel í heimi, fyrsta Armani hótelið. Svona er þessi bygging, þessi hæsta bygging heims innréttuð. Þessi bygging kostaði 1,5 milljarð dollara. Fyrir það sem við værum búin að greiða bara í vexti af IceSave-kröfunni, gætum við byggt hæstu byggingu heims eða hefðum getað gert í Reykjavík eða á Akureyri. Þessi mynd er í réttum stærðarhlutföllum, svona til þess að sýna umfangið. Og ef við leikum okkur aðeins með hagfræðina og munum eftir því að ef að framkvæmdirnar hefðu farið fram á Íslandi og við varum ekki að senda peningana úr landi fyrir ekki neitt eins og til stóð að gera, nú þá hefðu við skilað sér aftur í hagkerfið í formi skatta, í formi launa og svo framvegis og þá hefðu við kannski ekki getað byggt 2. Bara fyrir vextina af IceSave. En auðvitað ætlum við ekki að byggja hæstu byggingar í heimi. Við ætlum að spara þessa peninga vegna þess að það var réttur okkar og vegna þess að það veitir ekki af þeim í annað. Og munum líka að við vissum ekkert hvað þetta myndi enda því að íslenski skattgreiðendur áttu að taka ábyrgð á öllu heila klappinu. Vissum ekkert hvort að við erum 10 ár, 20 ár, 30 ár eða 50 ár að borga þetta tilbaka og hvað myndi skila sér. Þannig að það má líka spá í upphæðina sem við lögðum út eða áttum að leggja út fyrir þessu. Ólympíuleikarnir í Aþenu voru umdeildir og hafa verið sagðir ein af ástæðunum fyrir því hvernig fór fyrir grískum efnahag. Það var gríðarlega mikið lagt í undirbúning þessar ólympíuleika. Þetta átti að vera flottustu ólympíuleikar allra tíma, ólympíuleikarnir komnir heim til Grikklands. Fyrir það sem við áttum að ábyrgjast í IceSave, hefðum við getað haldið ólympíuleikan í Aþenu. Byggt öll mannvirkin, vegina, blokkirna, fjölbýlishúsin fyrir keppendurna, alla innviðalagfæringarnar, fyrir nettó útgjöld gríska ríkisins hefðum við getað haldið ólympíuleikana í Aþenu 2004. Reyndar halda þeir því fram núna Grikkirnir að á endanum hafa þeir hagnast á þessu, þetta hafi skilað þeim meiri tilbaka, en hvað sem því líður, þá vissum við ekki hvernig það færi og því miður hafa þessi mannvirki mörg hver staðið ónotuð núna í áratugi eða svo. En þá, eftir upphitunina, skulum við snúa okkur að alvöru upphæðum. Uppgjöri slitabúa bankana. Og þar lendum við aftur í vandræðum með að finna samlíkingu, því að þar varum að ræða, þegar við tókum í stjórnunum, hagsmuni bara það sem var eftir fall bankana, bara eignirnar sem voru eftir í þeim, eftir fallið, voru líklega 20 milljarðar dollara, 2600 milljarðar króna. Ætli við verðum ekki að byrja á því að reyna að leita bara í Hollywood til þess að finna einhvern samanburð. Kvikmyndin Ocean's 11 átti að fjalla stærsta rán sögunnar. Hópur fólks kom saman og skipulagði á ótrúlega flókinn hátt rán á öllum
spilavítunum í Las Vegas samtímis, í peningageymslu, neðanjarðar peningageymslu spilavítana í Chicago, í Las Vegas. Og ég vona þess ekki að skemma myndina fyrir neinum með því að upplýsa það að þetta tókst. Þeim tókst að ræna 150 milljónum dollara. Þetta reyndar voru allt einhverjir óþokkar sem voru með þessa peninga, þannig að góðu gæðin unni í myndinni ef ég man rétt. 150 milljónir dollara, það er innan við 1% af því sem við vorum að fást við í baráttunni við vonarsjóðina. Og stundum er reyndar raunveruleikinn lygilegri heldur en skáldskapur. Þetta eru mestu peningar sem hafa verið gerðir upptækir í sögunni, það er ekkert langt síðan þetta gerðist. Það var mjög útsjónasamur og framtakssamur Kínverji sem reisti lyfjaverksmiðjur í Mexíkó til þess að framleiða hráefni fyrir alla stóru mexíkósku eiturlyfjasalana. Þannig að hann seldi þeim öllum hráefni og þeir greiddu honum í reiðufé. Og þegar komst upp kauða og lögregla gerði húsleit, þá fundust peningar í öllum hirslum og inn í veggjum og alls staðar og var staplað upp. Þetta eru 200 milljónir dollara, 1% af þeirri upphæð sem við vorum að takast á við þessa vogunarsjóði hvernig yrði skipt. $1.000.000, það er ekkert mikið fyrir þeim. Það er bara svona stafli. En þegar þetta komið upp í milljarð, þá þarf nokkur vörubretti, mannaðir hafa vörubretti af $100 seðlum. Og til að geyma þessa upphæð sem þannig ræddi, hún hefði öll verið í reiðufé en ekki á öðrum eignum, þá hefði við þurft býsna stóra skemmu til að geyma alla þessa stafla af $100 seðlum. Það þarf ekki að spá í þetta með íslensku krónunar. Það er ekki til nema 57 milljarðar króna í öllum seðlum sem eru til á Íslandi og allir í mynt. Þannig að hefði þurft, hátt í 50 sinnum það til að ná þessar upphæði. En til að klára þennan samanburð og tilraunir til þess að setja þessar stærðir í samhengi, það er kannski betra að vísa í eitthvað sem við þekkjum í umhverfi okkar. Fyrir þessa upphæð sem þarna var undir, sem að slagurinn stóð það sem ýmsum brögðum var beitt, getum við litið á fasteignaskrá þjóðskrár, mat á mannvirkjum og hlunnindum í nokkrum sveitarfélögum, í öllum sveitarfélögum og borið það saman við það sem þarna varum að ræða. 2600 milljarðar eru jafnmikil verðmæti og verðmæti allra mannvirkja í Reykjavík, allra húsa, fjölbýlishúsa, einbýlishúsa, verksmiðja, skrifstofuhúsnæðis, safnaskóla, sundlauga, flugskýla, hesthúsa, allra mannvirkja. Ekki bara í Reykjavík, heldur á Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi, Austurlandi og Suðurlandi. Fyrir upphæðina sem verið var að takast á þarna, hefði verið hægt að byggja heila borg og stóran hluta þessa lands. Og menn hljóta þá að geta spurt spurningarinnar ófeimnir, gera menn ekki ýmislegt til þess að verja slíka hagsmuni? Muniði viðbrögðin við ræðunni á flokksþinginu 2015, þegar ég svona aðeins íhugaði því á hverju hefði gengið í þessari baráttu. Þegar ég flutti ræðuna með svarta kaflanum svo kallaða. Svarti kaflinn var hann kallaður vegna þess að þar ákvaði ég að tilkynna að lagður yrði skattur á slitabúin. Ég vildi ekki að neitt sæi þetta fyrir en ég tilkynnti þetta á flokksþinginu af ýmsum ástæðum. Fyrsta lagi vildi ég nú ekki koma neinum í vandræðum eða hafa vitað af þessu og í öðru lagi vildi ég ekki að menn þetta stoppa mig. Þannig að þegar menn fengi að lesa yfir ræðuna og skoðana þá var einn kafli svartur. Það var kaflinn hvað við ætlum að gera til að höggva á hnútinn, kafli sem ég setti inn þegar var orðið ljóst að mínum mati að það var ekkert að fara að gerast í málinu. Og þar lýsti ég líka stuttlega hvaða aðferðum þessir aðilar hefðu beitt. Það þótti fyndið, það var gert grín að því, hvað held að menna, þessi verið að skrifa einhverja skýrslur Framsóknarflokkinn og einhverju sé að njósna formann Framsóknarflokksins. Teljið þið ekki hugsanlegt að einhver myndi kaupa, mér skilst það kostið $35
að kaupa forrit til að brjótast inn í snjallsíma. Myndi fjárfesta í slíku forriti, jafnvel dýrari útgáfunni, ef að sá hinn sami væri ráðinn til þess að verja hagsmuni sem að nema $20 milljörðum. Ég geri alltaf ráð fyrir að það væri fylgst með því sem ég segði í símann. Ég veit að það var brotist inn í tölvuna hjá mér. Ég lét skoða það. Og við reyndum, eins og við mögulega gátum, að forðast að hleypa þessum aðilum að okkur. En þeir reyndu mikið. Eltu mig meira sér til útlanda. Ég held ég hef sagt ykkur einhvern tíma söguna því þegar ég fór að hitta Vestur-Íslendinga í Norður Dakota. Þá kom maður til mér með skilaboð og sagði: við vitum að þú verður þarna á þessum degi í Norður Dakota. Við erum með bjálkahús þarna ekkert langt frá til ráðstofunar. Það er utan símsambands, algjörlega einangrað. Við getum hitt í þar, það þarf enginn að vita af þessu. Við getum leyst málin og allir geta verið sáttir. Þeir eltu mig líka á ráðstefnunni í útlöndum. Á þessu hóteli í London var haldin mikil kynning til þess að kynna fjárfestingartækifæri á Íslandi. Margir af gestunum voru hins vegar ekki komnir til þess að skoða hvernig þeir gætu fjárfest, sett nýja peninga til Íslands, heldur að reyna að komast að því hvernig þeir gætu náð peningum út úr Íslandi. Þeir spjölluðu nokkru við mig í kaffinu í þessum sal. Ég reyndar tók mynd á farsímann minn af salnum, svo fann ég hann ekki, en ég fann þessa bara á netinu. Þarna átti ég ófá samtöl og áhugaverð, var boðið upp á herbergi og ýmsar lausnir viðraðar, og ég hef haft hann háttinn á að, þó ég skrifi ekki daglega dagbók, að þá oft skrifa ég í símann minn eða bara svona litla miða, alltaf með vasana fulla af miðum, svona til minnis atburði sem ég lendi í og samtöl sem ég á. Og ég skrifaði upp nokkur af þessum samtölum. Það er alltaf lítill texti til þess að gera því skil hér, en niðurstaðan af þessu samtali við þennan aðila, og þeir voru alltaf kurteisir, þeir mega það, alltaf alveg rólegir og kurteisir, bara eins og þeir væru að útskýra fyrir manni hvernig þetta væri. Niðurstaðan hjá þessum var að hann væri bara að leiðbeina mér, þessum unga forsætisráðherra, hvernig kaupin gerðust á Eyrinni, og annarkvort bara nýttu menn sína stöðu til þess að allir væru sáttir frá því, eða það væri lítið mál að beita þeim áhrifum sem menn hefðu til þess að tryggja rétta niðurstöðu. Og það vantaði ekki að það væri fjárfest í því að tryggja rétta niðurstöðu. En það sem skipti mestu máli, að mínu mati, og ég hef heyrt fleiri halda því sama fram, var flokksþing Framsóknarmanna 2015. Þegar við lýstum því yfir hvað ætti að gera og flokkurinn stóð allur saman sem samhent lið í því að bakka upp þessar brjáluðu aðgerðir. Þá vissu menn, jæja, þetta verður þá bara svona. Þeir ætla að fara með þetta alla leið. Þannig að það var aðdragandinn, umræðan í aðdraganda þessa flokksþings, svo umræða sem þessi flokkur, sameinaður, barðist fyrir, og svo það þegar manni sá að við stóðum saman á flokksþinginu og værum flokkur sem að myndi fylgja þessu eftir alveg til enda, þá voru þeir tilbúnir að semja. Ég ætla ekki að eyða mörgum glærum í að rifja upp aðdragandann, það sem við fórum í gegnum fram að þessu. En þið vitið alveg hverjir það voru sem að leiddu þessa baráttu, og við skulum muna hversu miklu máli hún skipti. Og muna það að sigur í þessu var aldrei sjálfgefinn. Argentína, margfalt stærra land en Ísland, á enn í útistöðum við marga af þessum sömu aðilum. Til dæmis þennan. Þetta er stærsti fjárfestirinn í kröfum á Argentínu, og hann lét á sig kræla á Íslandi líka. Framkvæmdastjóri vogunarsjóðs sem heitir Elliott Management. Virkar nú bara nokkuð góðlegur karl, gæti verið að halda ræðu á fundi hjá Viðreisn. En hann hins vegar gengur ótrúlega langt, eins og margir kollegar hans, til að tryggja hagsmuni sína, og ég myndi kannski segja gott betur en það. Enda hefur þessi náungi náð að safna $2,2 milljörðum, og þá getum við rifjað upp samhengið frá því áðan. Það er þó ekkert með við þennan karl, sem við könnumst kannski eitthvað við, og ég ætla að ræða það meira í bili. George Soros.
sem að á meir en tífalda þá upphæð. Tæpa 25 milljarða dollara og nú vantar mig alveg samhengið tilvísanirnar, en ég held að sé alveg ljóst að slíkir menn hafa áhrif. Munum það þessuna hvað þetta var stór slagur, munum hvað hann skipti miklu máli fyrir landið okkar og getur jafnvel skipt máli sem fyrirmynd út á við, munum að okkur tókst það. Það hafa fleiri en framsóknarmenn orðið til þess að lýsa þessu sem einstökum atburði. Lee Buchheit, sem er nú kannski hvað reyndastur í að hjálpa ríkjum eins og Grikklandi og Argentínu, sagðist orðlaus yfir lausninni var að ræða einstakt tilfelli. Eða svo vitnað sé beint í hann, niðurstöðu sem er fordæmalaus í alþjóðlegri fjármálasögu. Þetta var eitthvað sem að enginn taldi að gæti í nokkuð staðar gerst. Að þessir aðilar teldu þann kostinn vænstan að gefa eftir umfangsmikinn hluta af því sem var, eins og var svo oft minnt á sínum tíma, lögvarðar eignir þeirra, sem það vissulega var. En við höfum líka náð á sama tíma árangri á flestum sviðum stjórnmálana, á öllum þeim mælikvörðum sem notaðir eru til að leggja mat á hvernig stjórnvöldum gengur. Ég ætla ekki að verja löngum tími að rifja upp skuldaleiðréttinguna. Þið þekkið hana, en það er samt ástæða til fyrir okkur að halda áfram að minna á hversu miklu máli hún skipti. Það voru til 8400 ný störf á þessum 3 árum. Atvinnuleysi er með allra minnsta móti, hefur farið hratt niður. Í fyrsta skipti í sögunni hefur verðlagsstöðugleiki ríkt allt kjörtímabilið. Það er að segja, við höfum verið undir verðbólgumarkmiði Seðlabankans allan þennan tíma. En á sama tíma hefur verið hagvöxtur, miklu meiri hagvöxtur heldur en í samanburðarlöndunum. Sjáum breytinguna 2013, þegar allt er af stað, og svo spána framhaldið, og ég hugsa nú að súlan hann 2018 getur orðið eitthvað hærri ef að Framsóknarflokkurinn verður áfram í ríkisstjórn. Tekjur ríkissjóðs hafa stór aukist og auðvitað sérstaklega með ákveðnum aðgerðum sem að skiluðu sér á þessu ári. Staða þjóðarbúsins út á við, gagnvart útlöndum, er svo besta í hálfa öld. Aðeins einu sinni áður höfum við náð viðlíka stöðu. Myndin þarna rauða línan er Ísland 2012 og svo er Ísland 2016 hér. Við höfum aðeins einu sinni náð viðlíka stöðu, náð að vera með þetta í jafnvægi, og það var þegar að síldveiðar voru í hámarki. Ísland var í rauninni rekið sem gjaldeyrisverksmiðja á sama tíma og enginn vildi veita okkur lán. Þannig að við þurftum að framleiða allan þann gjaldeyri sem við notuðum. Fyrir vikið hefur þessi spá ræst, spá frá kynningunni á haftalósuninni á sínum tíma. Ísland er aftur komið upp í A-flokk í mati þessara margumræddu lánshæfismatsfyrirtækja og það skiptir máli því að það gerir það ódýrara fyrir okkur að borga af þeim skuldum sem eftir standa. Skuldir heimilanna hafa lækkað hraðar en dæmi um. Þær eru nú orðnar þær minnstu miðað við landsframleiðslu á Norðurlöndum. Eiginfjárstaðan hefur á sama tíma rokið upp. Önnur mynd sem sýnir skuldir heimilanna, þetta er leiðréttingin, hvernig hún færir niður skuldastöðuna. Jöfnuður hefur aukist á Íslandi á þessu kjörtímabili. Þetta er svo kallaði Gini-stuðull, en það eru aðrir mælikvarðar líka, til dæmis hjá velferðarvaktinni sem voru birtir nýverið, sem að sýna að ólíkt þeirri þróun sem menn horfa upp á í löndunum í kringum okkur, þá er þrátt fyrir allt jöfnuður að aukast á Íslandi. Það þýðir ekki að við ætlum að gefast upp á því og segja að þetta er komið gott. Það sýnir okkur að við getum náð enn meiri árangri í að rétta hlut þeirra sem að höllum fæti standa. Og kaupmáttur upp 24%. Ekkert annað Evrópuland kemst í líkingu við þetta. Ég ætla bara að nota eitt dæmi til samanburðar. Þýskaland. Þetta eru raunlaun í Þýskalandi frá sameiningu landsins, hækkuðu aðeins við sameininguna, náttúrulega. Svo hafa þau nánast staðið í stað, það er bláa línan. Fóru til dæmis í fyrsta skipti 2014 rétt upp fyrir það sem voru árið 2000. Það er algjör stöðnun í kjörum Þjóðverja á meðan að Noregur til dæmis, rauða línan, hefur rokið upp á sama tíma. Það er
smá kaupmáttaraukning inn á milli í Þýskalandi en henni náð fram með skattalækkunum, ekki með aukinni verðmætasköpun og hærri launum. Og ef við skoðum þetta á korti, þá sjáum við hér annað land sem utan Evrópusambandsins sem hefur náð eins og Noregur og eins og Ísland verulegri kaupmáttaraukningu. Sviss allt dökkfjólublátt á meðan að það svona allur gangur á þessu í Þýskalandi og Austurríki og auðvitað austurhlutin ennþá verr staddur en vesturhlutin. Þá að öðru sem að þó tengist þessu og mikilvægt upp á framtíðin og hvernig þessum samfélögum mun reiða af og þar með Íslandi til framtíðar. Mál sem við höfum verið að takast á við hér og aðrar þjóðir eiga eftir að takast á við á sama hátt. Ríkisskuldir sem hafa orðið til vegna þess að menn hafa verið að taka velferð þessara ríkja að láni, taka hana að láni til þess að borga hvenær. Við vitum það ekki, eiga framtíðarkynslóðir að borga fyrir velferð kynslóðana undan. Það ekki fyrirkomulag sem að til þess fallið að ná samfélagslegri sátt, eitthvað þarf að gera. Og því miður margumrætt fjármálakerfi það á stóran þátt í þessu öllu. Fyrst aðeins ríkisskuldir Bandaríkjanna, hlutur sem oft ræddur þegar menn tala skuldavanda heimsins. Hvað gerist hér upp úr 1980? Já, þið vitið náttúrulega hér upp úr 1940 þá aukast skuldirnar vegna þess að menn fara í seinni heimsstyrjöldina. En svo helst þetta nokkuð stöðugt þangað til 1980 að Ronald Reagan tekur við völdum og úr varð hinn fræga skuldaaukning sem átti að vinna kalda stríðið og má ekki segja að hafi gert það. Þeim tókst með því að eyða nógu miklum peningum í vígbúnaðarkapphlaup og aðra hlutum leið að gera Sovétríkin gjaldþrota, en það kostaði sitt. Svona jukust skuldir Bandaríkjanna á þessu kjörtímabili. Nú ætla ég að minnka þessa mynd aðeins. Þetta sama mynd, bara aðeins minni, til að sýna hvað gerist næst. Þetta þróunin til 2020. Meira segja hjá okkar manni Obama lítur út fyrir að skuldir Bandaríkjanna muni tvöfaldast á kjörtímabilum hans tveimur. Þetta gerist með gegndarlausum hallarekstri ríkissjóðs. Og mjög áhugavert að skoða hvernig þetta fer af stað eftir að tenging peningana við raunveruleg verðmæti, sem má segja áþreifanleg verðmæti, gullfótinn hverfur þarna 1970. Menn hafa brugðist við þessu með því að setja lög að skuldirnar megi ekki fara yfir einhver ákveðið mark, enda skuldir hættulegar. En fyrir vikið það eiginlega árviss viðburður í bandarískum stjórnmálum að hækka skuldaþakið, breyta lögunum hversu mikla skuldirnar mega vera. Þannig að svarta línan sem skuldaþakið eltir skuldasöfnuna. Og lítum svo á fleiri svið þessar skuldasöfnunar, sérstaklega þetta hérna, appelsínugula rauða. Hvað þetta? Þetta fjármálakerfið sem að umfram allt annað að kæra upp þessa skuldasöfnun. Æðsti herforingi Bandaríkjanna lýsti því yfir að mesta ógnin sem steðið að Bandaríkjunum væri þessi söfnun skulda. Bretlandi saman på teiningnum, það reynda gengi alveg þokkalega á þeim. Svo vitið hvað gerist hér, 2007. Þeir fóru í að bjarga bönkunum, dæla peningum inn í hagkerfið til þess að vinna þessi út úr fjármálakrísunni og skuldirnar tvöfölduðust. Evrópusambandið var líka með reglur að það mætti ekki reka ríkissjóð með miklum halla. Mátti ekki fara yfir 3%, Maastricht-skilyrðin. Þetta árið 2010, hvert einasta evruland var rekið með miklu meiri halla en það. Afleiðingin, evrukrísan sem að sér ekki fyrir endan á, en ég held að það séu fáir sem að ímynda sér að það sé hægt að viðhalda evrunni með óbreyttu fyrirkomulagi Evrópusambandsins. Og niðurstaðan svo vextir taka mið af raunverulegri efnahagslegri stöðu lands, skuldum þess, en ekki því hvað myntin heitir. Og þá aðeins aftur á Íslandi og skuldastöðu Íslands eftir ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Þetta glæra á kynningunni daginn, haftalósunarkynningunni, það hvernig með þeim aðgerðum mætti ná hratt niður skuldunum og þar með árlegum vaxtagreiðslum
og þetta er svo erlend mynd sem að sýnir þróunina á skuldum Íslands. Til upprifjunar Bandaríkin hérna aftur. Við erum hérna 2016. Upp, endalaust. Og samskonar mynd frá IMF, sama fyrirtæki fyrir Ísland. Svona. Ísland er eitt af fáum löndum sem er að búa í haginn fyrir framtíðina, sem að mun vera með sterkari stöðu á næsta ári en þessu og enn sterkari stöðu á þarnæsta ári og svo framvegis. Ísland er komið í sókn og það veitir ekki af því að annað af þessum vandamálum sem ég nefndi hérna áðan sem að heimurinn er að fást við er öldrun. Heimurinn er að eldast. Svona leit aldurspíramídin út fyrir líklega 100 árum. Svona núna, svona verður hann. Þetta er auðvitað mjög mismunandi eftir löndum. Aldurspíramídin eins og þið sjálfsagt vitið virkar þannig að þetta er yngsti aldurshópurinn, konur og kallar, næst yngsti og svo elsti aldurshópurinn efst. Þarna sjáum við Afganistan, langflestir í yngstu aldurshópunum. Svo er Túnis, Norður-Afríkuríki, svo þróuð ríki þar sem er orðin gömul, ef svo má segja, eins og Bandaríkin, og loks Þýskaland framtíðarinnar sem er í rauninni hræðilegri stöðu. Það sama má segja ýmis Asíuríki, Singapúr og sérstaklega Japan. Eftir ekki svo langan tíma verður einfaldlega allt of fátt fólk á vinnumarkaði í Japan til þess að geta staðið undir þeim ungu og undir velferðarkerfi fyrir þá eldri. Nema þeim takist að auka verðmætasköpun sína þeim meira. Þeir reyndar eru með einhver áform að leysa þetta með vélmennum, en hvaða leið sem þeir fara, þá er þetta vandamál sem þarf að leysa. Þetta er hlutfallið í Kóreu, sífellt eldri, og hvar liggur vandinn? Jú, í þessum þróaðri Asíuríkjum og í Evrópu. Evrópa er í miklum og vaxandi vanda og sá vandi mun breiðast út heiminn og því meira í þróuðu ríkjunum. Það mun auðvitað skapa alls konar togstreitu þegar að fækkar í þróuðu löndunum og fjölgar og náttúrulegar aðstæður verða jafnvel erfiðari í hinum vanþróaðri. Það getur haft í för með sér grundvallar breytingar í heiminum sem við þurfum að vera búin undir. Þetta er þýski aldurspíramídin, hvernig hann er að þróast hérna fyrst 1960, það er nú ákveðnar ástæði fyrir því hvers vegna hann er svona aðeins vantar hérna aðeins í hann, sem þarf ekki að rekja. Svo eyðist það út og þjóðverjar verða eldri og færri til þess að framleiða verðmætin, búa til þá verðmætasköpun sem þarf til þess að standa undir velferðinni. Og lokum til þess að klára þessu umræðu Evrópa árið 2060. Árið 2060 verður langstærsti aldurshópurinn í Evrópu konur nírætt. Þetta er aldurshópurinn hennar Eyglóar og Lilju. Það verða yfirburða hópur þegar kemur að, atkvæðavægi til dæmis, og svo mun þetta fólk, náttúrulega nírætt fólk, þegar þannig komið sögu allt vilja vera í golfi og vilja gera margt skemmtilegt við lífið. Ég meina, fólk þrátt fyrir allt verður sífellt hraustara lengur og lengur, en hvaðan eiga verðmætin að koma til þess að standa undir þessu öllu? Það er stóra vandamál, ekki bara Vesturlanda, heldur miklu fleiri landa núna. Það er ekki hægt að leysa það með því að flytja bara inn vinnuafl að utan og ætla því að vinna fyrir lægri laun. Það kallast píramídakerfi. Með því eru menn bara að fresta vandanum fram á næstu kynslóð og það næstu. Lausnin liggur í því að takast á við skuldirnar, reka sjálfbært kerfi og gera meira því sem við Íslendingar höfum verið að gera á undanförnum árum. Evrópu fer á allt og margan hátt því miður, það hlakkar alls ekki í mér yfir því, hnignandi. Bretar eru á leið úr Evrópusambandinu, kölluðu það sumir hverjir the Great Escape, en við þurfum ekki að flýja neitt, við þurfum bara að nota tækifærin sem eru fyrir framan okkur. Og þau eru mikil. Ég ætla bara að nefna eitt í því að ég hef búin að halda margar ræður tækifæri Íslands. Þið þekkið þetta allt. En bara núna grunninn. Grunnurinn er sá að Ísland er friðsælasta land í heimi. Sama til hvaða mælikvarða er litið.
Þeir eru margir sem að meta þetta. Ísland, númer 1, það er land sem býr við mestan frið og mest öryggi. Og svo bætist það við núna að Ísland er það land sem er öruggast að heimsækja fyrir ferðamenn. Og það er farið að hafa veruleg áhrif á ferðaþjónustunni hjá okkur að menn eru einfaldlega orðnir smeykir við að fara til landa sem að þeir hefðu farið til ella og vilja fara þangað sem að ríkir friður og öryggi. En stjórnarfærið skiptir öllu máli. Það er ekkert teygt nema stjórnarfærið sé í lagi. Ég veit ekki hversu skýrt þetta sést, en þetta eru myndir sem eru teknar með nokkurra ára millibili úr Google Street View í Detroit. Fallegt úthverfi, reisuleg einbýlishús. Ár frá ári hefur þessu hnignað, nú eru öll þessi hús yfirgefin og einskisvirði. Önnur mynd af sambærilegu. Þetta er afleiðing af röngu stjórnarfari, afleiðing af því að menn gera mistök. Gera mistök í þeim grundvallaratriðum sem að við, framsóknarmenn, höfum verið að reyna að passa upp á að væri í lagi á þessu kjörtímabili. Því að þróun í rétta átt er aldrei örugg. Það má aldrei líta svo á að það sé óumflýjanlegt eða óhjákvæmilegt að hlutirnir verði alltaf betri á morgun en þeir eru í dag. Það þarf að vinna fyrir því og það þarf að gera réttu hlutina. Og við kunnum þetta, framsóknarmenn, og við höfum að halda áfram á sömu braut. Við erum róttækur umbótaflokkur og við erum lýðræðisflokkur en ekki kerfisflokkur. Kerfið á að vera verkfæri stjórnmálanna, lýðræðisins, það má aldrei vera hindrun. Og við höfum ekki vera feimin við að segja það og hafa okkur eftir því. Hvernig hefði kerfið til dæmis tekið á haftamálunum? Ég hef ákveðna skoðun á því, ég ætla ekkert að deila þeim hér, en ég tel að það hefði verið aðeins öðruvísi en nálgun Framsóknarflokksins og ekki endilega skila sama árangri. Ég get nefnt líka bara eitt af þeim málum sem ég var að fást við skipulagsmálin. Hafnatorg sem er þarna skammt frá stjórnarráðinu. Þar var alveg hægt að ná saman við verktakana eins mikið og ég hef nú búin að gagnrýna þá og skammast í þeim fyrir hvað þeir var að gera allt ómögulegt. Það var þú hægt að tala við þá. Þeir voru til í að semja og ræða málin og menn voru langt komnir með að gera breytingar og lagfæringar þar á. En það var kerfið sem að sá þessu allt til foráttu. Að stjórnmálum var eitthvað að skipta sér að því hvernig hús væri við að byggja. Það voru stofnanir, ég tek reynda fram að ráðuneytið stóð mjög vel með mér í þessu, en það voru ýmsar stofnanir sem að voru miklu erfiðari heldur en þeir sem að ætluðu þó að byggja húsin. Þannig að stofnanirnar líklega að fá sínu framgeng þarna núna og þetta verður eins og lagt var upp með. Við vorum búin að gera 7 punkta plan um framtíð Þingvalla í tengslu við 100 ára afmæli fullveldisins. Ég og formaður Þingvallanefndar og þjóðgarðsvörðurinn. Ég veit ekki hvernig verður með það. Kerfið er svolítið seigt þegar kemur að því að gera slíka hluti. Kjörtímabilið er að klárast. Við höfum ekki náð að gera allt sem við ætlum okkur að gera. Við vorum með plan, við vorum með skýrt plan um það að byrja á erfiðum málunum, byrja á þessum risastóru málum sem vörðuðu efnahagslega framtíð landsins, blanda saman óhefðbundnum aðgerðum sem hvergi hefur verið reyndar áður og svo aðferðum sem að geta verið erfiðar eins og bara það að hætta að safna skuldum, reka ríkissjóð með afgangi, en aðferðir sem eru nauðsynlegar og virka. Og þetta tókst. Þetta tókst að því marki að staðan okkar er allt önnur og miklu betri. Núna ætli viðsnúningur ríkissjóðs þegar allt talið sé ekki 1.500 milljarðar. Og þá átti að taka við sóknin, fjárfesting í innviðum, velferð, fjárfesting í framtíðinni. Og við verðum að muna það, þó við náum ekki að klára þetta allt núna, þó verður ekki lögð fram fjárlög fyrir kosningar, að það er búið að búa til forsendurnar. Forsendurnar til þess að sækja framir og komnar. Þess vegna skulum við á grundvelli þess halda áfram og fara hér bara stuttlega yfir nokkur verkefni sem að við ættum að beita okkur fyrir núna, þann tíma sem eftir er á kjörtímabilinu og svo vonandi á nýju kjörtímabili. Við munum útfæra stefnunni þessu betur, en við ættum að mínu mati fyrst og fremst að leggja ofuráherslu á að standa við það sem við höfum lofað nú þegar. Við þurfum að rétta hlut eldri borgara og öryrkja, við höfum gefið loforð um það. Við lofum að það myndi gerast þegar búið var að snúa við stöðu ríkissjóðs. Það er búið, það er ekkert að landbúnaði að uppfylla það loforð. Við höfum líka lagt mikla áherslu á að við ætlum að vera flokkurinn og ríkisstjórnin fyrir landið allt.
Og nú getum við svo sannarlega verið það. Nú höfum við efni á því að fjárfesta á landinu öllu, hvort sem í heilbrigðismálum, samgöngum, opinberri þjónustu, fjarskiptum, fjárfesta í öllu því sem nauðsynlegt til þess að það sé hægt að búa og fjárfesta og byggja upp alls staðar á Íslandi og nýta þá miklu auðlind sem í því felst. Við höfum að gera stóra átak í samgöngumálum. Samgöngumálin hafa beðið í áratug. Fyrst af því að það var mikil þensla, þá var skorið niður í samgöngum og svo af því að það var kreppa, þá var skorið niður í samgöngum. Við þurfum að tryggja öryggi í samgöngukerfinu, tengingu byggða, viðhald og endurbætur vega sem góð fjárfesting og allt þetta góðar fjárfestingar sem við erum að tala um. Við mögum ekki gleyma því. Við erum ekki að tala um að eyða peningum henda þeim út gluggann. Við erum að tala um að nýta svigrúmið í það sem skapar enn meiri verðmæti til framtíðar og gerir landið okkar enn betur í stakk búið til að takast á við þessar breytingar sem ég rakti hérna áðan. Burt með einbreiðar brýr, fleiri göng og tryggjum að Reykjavík verði höfuðborg fyrir landið allt, sinni hlutverki sínu. Myndin sem ég læt fylgja þessari glæru segir allt sem segja þarf hvað númer 1, 2 og 3 í því að menn geti treyst því að Reykjavík geti uppfyllt hlutverk sitt sem höfuðborg. Og byggjum nýjan Landspítala. Við höfum efni á því. Fyrir þennan viðsnúning sem ég var að tala um hérna áðan, eða sparnaðinn, getum við byggt marga nýja Landspítala. 15 líklega. Við þurfum bara 1. Þannig að við getum notað eitthvað í það að viðhalda gamla Landspítalanum við Hringbraut og svo getum við breytt notkuninni á þeim húsum en haldið kannski einhverri sjúkrahússtarfsemi áfram við Hringbrautina eða í Fossvogi í tengingu við flugvöllinn. Það þarf nefnilega ekki öll starfsemin að vera á einum stað. Það er að mínum mati ekki æskileg þróun. Þannig að byrjum samtímis að undirbúa byggingu nýs Landspítala og lögum svo það sem fyrir er. Það er í rauninni alveg fráleitt að við skulum ekki í þeirri stöðu sem við erum vera lengra komin í því að byrja frá grunni, byrja á byggingu nútímalegs spítala með nútímalega hugsun í fallegu umhverfi, í húsnæði sem hannað fyrir fólk en ekki þeim kössum sem var byrjað að skipuleggja við Hringbrautinni fyrir 40 árum. Það er ekki eins og búið að klára þetta hús sem var liður í því plani var byrjað á fyrir 40 árum og menn ætla að halda áfram með það sama plan með þessum gráu kössum. Hugsum þetta frekar upp á nýtt. Kerfið segir nei, það er alveg ljóst, en Framsókn segir já. Við getum klárað þetta, við getum gert það hratt og sjúklingar búið og starfsmenn að sjálfsögðu og gestir notið svona umhverfis frekar en að vera inn á milli grárra kassa í vindgöngum. En við þurfum líka að muna að það vantar ennþá töluvert upp á að heilbrigðisþjónusta á landsbyggðinni sé búin að ná fyrri styrk og þar þurfum við Framsóknarmenn að vera í fararbroddi við það að passa það að þetta snúist ekki bara einn spítala. Jú, við þurfum að byggja nýjan flottan Landspítala en það mega að vera fleiri heilbrigðisstofnanir í Reykjavík og það þurfa að vera fleiri heilbrigðisstofnanir öflugar heilbrigðisstofnanir vítt og breitt landið. Í menntamálum getum við gert stór átak með áherslu á tækni og iðnmenntun. Vandamálið þar, ástæðan fyrir að það hefur ekki gengið þrátt fyrir að þetta sé eitthvað sem stjórnmálamenn hafa lofað áratugum saman, er að það kostar peninga. Ég hef fengið margar mjög góðar hugmyndir hvernig mætti standa þessu að undanförnu, ekki hvað síst frá Kristjáni Hall sem ég sé að sittur þarna og það verður mjög skemmtilegt að vinna þessa menntamálavinnu núna áfram fram að kosningum. Fjárfestum enn meira í nýsköpun. Engin ríkisstjórn hefur bætt jafn mikið í nýsköpun og þessi ríkisstjórn. Hvað sem menn kunna að halda, þá hefur orðið algjör bylting í fjárfestingu í nýsköpun en þetta snýst ekki síður það að búa til lífvænlegt umhverfi fyrir nýsköpunarfyrirtæki. Þannig að þau fái þrifist og notið sín og geti fallið, ef svo ber undir, en að þá spretti eitthvað nýtt úr því sem eftir stendur. Ef ég hefði spurt þennan hóp eða hvaða hóp sem á Íslandi fyrir innan við 10 árum, ef við mættum velja eitt fyrirtæki á Norðurlöndum, eða þó víða væri leitað, sem að væri íslenskt fyrirtæki, hvaða fyrirtæki myndið þið velja? Ég efast ekki hverju
80–90% landsmanna hefðu svarað þá. Nokia, sem var stolt Finnlands. Á 6 árum fór sala á Nokia símum úr því að vera yfir helmingur niður í nánast ekki neitt. Hlutabréfaverð í félaginu fór sömu leið. Það starfar núna ennþá á einhverjum nýjum sviðum og hefur reyndað starfað lengi á ólíkum sviðum, framleitt pappír og dekk og stígvél eins og menn þekkja. En ástæðan fyrir því sýni þessa mynd er svo að nýsköpun er áhættubransi. Það verður að vera hægt að dreifa áhættunni, en verða að geta að prófa sig áfram, sumt mun virka tíma, sumt ekki, en með þarf undirstöðu atvinnugreinarnar. Og reyndar talandi nýsköpun og undirstöðu atvinnugreinarnar, hvergi fer það nú betur saman en í sjávarútvegi sem hefur náð ótrúlegum árangri í að þróa þær vörur sem að þeir selja. Nú er þorskurinn orðinn miklu meira virði en hann var áður og hægt að nýta hann í alveg hreint ótrúlega fjölbreytilega hluti. Þetta er mynd frá sjávarklasanum sem er búin að vinna frábæra vinnu í þessu. Við stöndum með iðnaði. Við viljum hafa iðnað, öflugan iðnað hringinn í kringum landið og við látum það ekki gerast að kerfið grípi inn í til þess að stoppa slík verkefni. Ég tala nú ekki eins og verkefni að bakka eins og langt á veg komið og það nú er. Það hlýtur að vera að menn grípi þar inn í en bíði ekki til áramóta eins og mér skilst að menn hafi talað að þeir þyrftu að velta þessu fyrir sér til áramóta. Við hljótum að grípa þar inn í strax og eyða þessari óvissu. Það er ekki hægt fyrir svona stórt verkefni sem að ríkið kemur að með afgerandi hætti og skiptir svo miklu máli fyrir byggðarlagið að hafa einhver óvissu það. Íslenskur landbúnaður, við stöndum með honum. Það er ekkert flókið. Við erum ekki bara ófeimin við að segja það, við erum stolt af því að segja það. 13 milljarðar í það að hafa landið allt í byggð, að landsmenn hafi aðgangað góðum matvælum á í rauninni niðurgreiddu verði með þessum neytendastyrkjum sem þetta eru. Er það mikið? Og spara með því 40–50 milljarða í gjaldeyri á ári. Ég myndi líta þetta sem góða fjárfestingu. Stöndum með landbúnaðinum og verum óhrædd við það. Nú er verið að stofna nýja flokka til að berjast fyrir hennu gagnstæða, skilgreina sig jafnvel sem höfuð andstæðinga Framsóknarflokksins og við erum algjörlega ófeimnir við að vera það ef að það að vera höfuð andstæðingur Framsóknarflokksins er að vera sá sem að vill rústa íslenskum landbúnaði. Það er til dæmis algjörlega afleitt að fylgjast með því hvernig er verið að lækka greiðslur til bænda núna. Við hljótum stjórnmálamenn að reyna að grípa þar inn í. Það er ekki hægt að heil búgrein sé sett í þá stöðu að hún geti ekki borið sig. Ferðaþjónustan, þurfum að hugsa hana til framtíðar, halda áfram að þróa hana, útvíkka ferðaþjónustuna. Ég hef mjög margar hugmyndir sem að gaman var að ræða á öðrum fundi hvað það varðar, en þar eru endalausir möguleikar. Þar eru hlutir eins og verndarsvæði í byggð sem er eitthvað sem við komum á þessu kjörtímabili og það var sérstaklega ánægjulegt að heyra hún í fyrradag eins og maður var nú gagnrýndur fyrir þessa tillögur á sínum tíma að ég held að þessi nánast öll sveitarfélög sem að höfðu tilefni til búin að sækja að fá slíka skilgreiningu. Ekki alveg öll en flest öll. Við þurfum að halda áfram að búa til eitthvað nýtt, útvíkka það sem við höfum upp á að bjóða á Íslandi. Þetta verkefni á Selfossi, nýr miðbær Selfoss, frábært verkefni. Við þurfum meira svona vönduð verkefni sem eru til þess fallin að draga til okkar ferðamenn langa framtíð. Og við höfum líka að gera sem mest úr menningu okkar og selja hana. Bara víkingaarfleifðin, ein og sér, gæti nægt Íslandi ef okkur tækist að markaðsetja það almennilega til þess að vera stórt ferðamannaland. Áhugi á sögu víkinga, þessu tímabili og þessari menningu, þeir sífellt vaxandi, ýmsar vinsælar myndir, sjónvarpsþættir gerðar þetta núna og verða að skrifa fjölmargar bækur þessa sögu. Víkingar eru í tísku og þeir verða það áfram og við höfum að nýta okkur það eins og svo marga aðra kosti sem að þetta land hefur. Fallega bæi og sveitir, gera þá enn fallegri, stuðla því að svo geti orðið raunin með jákvæðum hvötum eins og við höfum verið að gera. Hér er bara eitt dæmi handan götunnar. Í umhverfisvernd höldum við bara áfram að vera umhverfisvænasta land heims og byggjum á því. Drögum úr eins og við mögulega getum notkun á olíu og gasi
og færum okkur eins og við getum yfir í umhverfisvæna orkugjafa, verum öðrum fyrirmynd á þessu sviði og Sigrún Magnúsdóttir er búin að leggja grunn að frábæri framtíðarsýn í þeim efnum. Hnattræn staða landsins mun hins vegar gagnast okkur, þó að hún komi kannski ekki að öllu leyti til af góðu, og Ísland er í þessari bók talið til eins af 10 löndum framtíðar, því að miðað við það sem að menn geti séð fyrir hluti eins og ég var að tala hér áðan með efnahagsþróunina, með öldrun fólksins, með breytingar á hnattrænni stöðu, þá verður Ísland á ótrúlega margan hátt í kjörstöðu. Og við höfum að nýta þá kjörstöðu til að segja viðskipti með afreksfólkinu okkar. Þetta sigurvegararnir frá Ólympíuleikunum í Ríó, breska liðið sem hefur aldrei náð eins góðum árangri, og það kom ekki til af sjálfu sér. Þeir voru með skýra stefnum það að styðja sína afreksmenn og þar skipta hlutir eins og ferðasjóður fyrir íþróttafólk á landsbyggðinni í gríðarlegu máli. Við höfum líka verið með tillögur hvernig megi efla sjálfboðastarf og svo eru þessi 3 stóru kerfisatriði í lokin. Höfum skattkerfið einfalt en sanngjarnt, að það sé hvati til þess að vinna en leið séum við að tryggja tekjujöfnun. Í húsnæðismálum er verið að vinna stóra sigra núna og við getum haldið áfram á þeirri braut. Við höldum áfram vinnu við að breyta húsnæðismálum þannig að það virki betur fyrir ungt fólk, fyrir tekjulága og að fólk á landinu öllu hafi aðgang að húsnæði og lánsfé. Og loks fjármálakerfi fyrir fólk og fyrirtæki, fyrir hagkerfið og fyrir raunverulegt fólk. Að þessu er verið að vinna núna í undirbúningi fyrir kosningarnar stefnu hvernig hægt sé að ná þessum markmiðum og það er hægt. Og við framsóknarmenn getum leitt þær breytingar. Ég veit reyndar ekki hverjir aðrir ætti að geta leitt þær breytingar. Það verður gríðarlega spennandi að kynna þessi áform. En muni bara ekkert af þessu gerist af sjálfu sér. Tækniframfarir muni hjálpa en tæknin bjargar ekki málum ef stjórnarfarið er í ólagi. Þetta er óvenjulegi tímar í pólitík á Íslandi og annars staðar. Þetta eru tímar öfga og óvissu. Og hvað gerir þá 100 ára gamall flokkur sem kennir sig við skynsemishyggju, miðflokkur við þessar aðstæður? Hann fer stoltur í kosningar. Vegna þess að hann hefur sýnt að hann hefur lausnirnar og getuna til að hrinda þeim í framkvæmd. Rekum róttæka umbótastefnu, róttæka rökhyggju, byggjum á heilbrigðri skynsemi, framsækni og samstöðu og því baráttu þreki sem hefur einkennt þennan flokk í heila öld. Það verður sótt á okkur, það er ekki alltaf auðvelt að vera róttækur umbótaflokkur, en við erum ekkert að fara að láta brjóta okkur niður á 100 ára afmæli flokksins. Stundum er þetta tilfinningin, að riddaraliðið sé allt að sækja á okkur og auðvitað geta menn orðið svolítið áhyggjufullir við þær aðstæður. Þetta er reyndar málverk frá orrustunum Waterloo, en í þeirri orrustu hættu riddaralið að virka vegna sem menn voru búin að finna lausnin á því hvernig ætti að takast á við slíkar sóknir, slíkar árásir. Lausnin er þessi. Svo kallaðir ferningar. Menn raða sér upp í 2-faldri eða 3-faldri röð, hlið við hlið, öxl við öxl, beina byssustingjunum út og hvað gera hestar þegar þeir nálgast röð af byssustingjum? Þeir hlaupa ekki á þá, þeir fippast, þeir hlaupa framhjá og eru skotnir niður af ferningunum sem standa saman. En ef ferningunum riðlast, ef að menn missa kjarkinn í ferningnum og hann brotnar, þá hleypur riddaraliðið yfir hann og slátrar honum. Þess vegna var lykillinn að árangri í orrustunum við Waterloo, það sem að tryggði sigur, að ferningarnir héldu. Þeir stóðu saman. Þeir tóku á sig kúlur, þeir drógu þá hina særðu inn í miðuna og
og hlúðu að þeim, en þeir stóðu saman og héldu út. Og þegar menn standa saman, hlið við hlið, öxl við öxl, og eru með lausnirnar og getuna til þess að framkvæma þær, þá fær ekkert grand á þeim. Við skulum þess vegna bara halda ró okkar, engin svo sem ástæða til annars en að ætla að við höldum ró okkar og halda áfram. Þetta var veggspjald sem eflaust viti var gert til að nota í Bretlandi ef að þýski herinn gerði þar innrás en var aldrei notað. Eins og voru 2 önnur veggspjöld framleidd notuð í stríðinu. Frelsi er í hættu, verjið það með af öllu ykkar afli. Ég veit ekki hvort það er óvægt að segja að frelsi sé í hættu á Íslandi, en það er allavega margt í hættu og framtíðar velferð okkar Íslendinga er í hættu og við þurfum að verja hana að öllu afli. Og þetta skilti það síðasta á líka ákaflega vel við, held ég, í núverandi stöðu. Hugrekki ykkar, gleði og þrautseigja mun færa okkur sigur. Þannig að göngum bjartsýn og saman til kosninga, förum saman í þetta, förum saman í aðra öld Framsóknarflokksins og nýtum í fyrir sókn marga af þessum risastóru sigurum sem við höfum unnið á undanförnum árum og reyndar á síðastliðinni öld til þess að úrverði ný Framsóknaröld. Þakka ykkur fyrir.